Það sem við sjáum hér er hann Deepak í hugbúnaðarhópi 1 sem er að setja upp uppfærslur og sýna okkur viðbætur sem að tengjast þjónustu við fyrirtæki varðandi vöruskráningu. Þetta neðst sjáum við þetta gráa svæði sem er svokallað fúter. Það er svona stóð, grind, aðstoð við notendur. Þarna smellir hann á vöru. Þetta er svona frumdraft af vörunni til að skoða upplýsingar, nánar upplýsingar. Það er verið að endurhanna það þá síðu. En þetta er yfirlitið við svona vöruflokk sem að fyrirtæki hefur sett inn. En þetta er bara hugbúnaðarþróunarstigi. Og hann skrifar hann sko, this is the new product which is added, segir hann. Eftir að þú ert búinn að logga inn og fara fram hjá password link, sagði hann. Þá lendur inn á vöruskráningarsíðu og þarna er hann búið að setja inn vörur og þarna skrifar hann the new design page for this week, segir hann. Og hann er að uppfæra þetta, ég er að vonast þess að þetta kom inn á serverinn í dag. Og þannig til hliðar vinstra megin eru flipi til þess að sko velja flokka yfir þær vörur sem þeir eru að skrá inn og þeir þurfa að flokka vörurnar þannig að það lendi í réttum lið fyrir notendur því að ef þeir gera það ekki þá birtast þær ekki í könnunarferlinu heldur verða það bara í yfirlitsmyndinni en það skiptast alltaf út, það eru bara viss margar sko vörur sem komast fyrir á könnunarsíðunni. Þetta sem við sjáum þarna er reynda þróunarkerfi þeirra en þetta þarna sem við sjáum var notandi en notendaprófíll þar sem að viðkomandi sem er að vinna í þessari þjónustu þarf að skrifa upplýsingar sig til þess að vera samþykkur í fleiri aðgerðir og að geta keypt vörur og fengið afhendar á réttan stað og þannig hann að skrifa task will be updated on live server, segir hann og reynda dagurinn í dag fór í þetta er skýrslugerðarkerfið þar sem þú getur stofnað til skýrslu eða fylgiskjals hvort sem þú hefur að gera grein fyrir einhverju eða búa til bara skýrslu. Þarna er flokkun á fyrirtækjum, birtist aðeins það er grafík sem er á frumstigi sem að sýnir en hann er búinn að fá nýjar myndir til þess að setja inn og ég er svona búinn að herja á að reyna að flýta því í gegn og uppfæra það sá flokkun á fyrirtækjunum. Það er sem sagt categories var þetta línur sem við sjáum er verkálag fyrir vinnuna þetta verk sem þeir eru að vinna í hverjir eru að vinna í því og svo framvegis og þetta er þróunarserverinn þeirra og hvað segir hann?